Já, við erum komin í Grundarfjörð, við erum að kíkja í heimsókn til hennar Dittu Tómasdóttur. Hún er með Kirkjufellsræktun og hún er í öfundsverðri stöðu í dag því að hún er hérna með 7 ástríka hunda sem að koma á móti manni og knúsa og kissa og á þessum dögum sem að er nú ekki alveg sjálfgefið að geta knúsað og kysst fólk að þá eru bara svona að sjá þið. Új, við ætlum að heyra hvernig bara daglegt lífi er með 7 hunda á heimilinu og hvernig ræktun og þjálfun gengur fyrir sig. Ditta, hvernig er dagur í lífi konu með 7 hunda á heimilinu? Hann er svona misjafn. Maður vaknar snemma og gefur hundunum. Göngutúr, upp úr hádeginu, þá er göngutúr. Hvolparnir, já, þeir eru núna, þeir eru samt að fara bráðum og þeir eru, þetta er bara, þetta er svona vinna kringum þetta. Eru þeir þá óþolinmóðir eftir að fara út í daginn eða? Það eru hvolparnir núna, þeir eru vaknaðir klukkan 5:30 á morgnana, þá vaknaðir. Og þá er bara, þú veist, að þrífa í kringu þá og setja það út og gefa þeim að borða og svo reyni ég að fá það til að leggja sig aftur til þess að ég geti farið upp í rúm aftur. En það er svona pínu vesinn stundum, þeir eru ekkert alveg tilbúinir til þess. En það hefur samt getað gengið svona nokkurn veginn. Þannig að þetta er bara pínu eins og að vera með ung börn á heimilinu, bara unga börn á heimilinu. Já, þetta er algjörlega þannig. Hefurðu alltaf haft áhuga fyrir hundum eða hvernig byrjaði þessi ræktun og þjálfun á hundum? Já, ég hef alltaf verið hundakona og það voru alltaf hundar heima í sveitinni, bara svona blendingar, afi og pabbi áttu hunda og svo þegar ég var að búa sjálf og þá náttúrulega bara fékk ég mér hunda og svo bara einhvern veginn hefur þetta smá aukist og ég fékk fyrsta íslenska hundin árið 2000, fyrstu tíkina og hef verið að svona rækta, eða semst ekki miklu mæli, en svona rækta smá. Og maður reynir að rækta fallega hunda, geðgóða og svona loðna. Ég er hrifnari á loðnari hundum heldur en sneggri. Er það því að þú elskar að þrífa? Já, kannski. Ef ekki bara að segja það? Nei, það er ekkert á því. Það skiptir kannski engu máli hvort að hundur sé snögg. Það breytir engu, þú veist. Nei, þeir fara alveg jafn mikið úr hárum eins og snöggu, eins og hinnir. Það er bara þannig. Hvað er það svona helsta sem að íslenski hundurinn hefur í sínu fari? Það er bara trygglyndi, það er gleði. Hann er alltaf brosandi og hamingjusamur, finnst mér. Og hann er, mér finnst gott að kenna honum. Og mér finnst þetta auðveldur. Og þeir hafa náttúrulega verið sett, eða sem það hefur verið talað um að hann sé geltinn. En það gelta allir hundar. Það er bara spurning hvað eigandinn vill að, það er hægt að koma í veg fyrir þetta, bara með því að þjálfa hann, þú veist, kenna honum að vera ekki að gelta tíma á tíma. Svo ertu með hérna eina aðra tegund. Shetland Sheepdog. Það er Sheltie er hann kallaður, eða hún, og þetta er hún er ættuð frá Hjaltlandseyjum, 400. Er það bara eitthvað sem slættist inn eða var það með vilja gert að fá hana? Já, það var með vilja gert. Mér vantaði hund, þá átti ég bara Söndru, þessa mömmu hvolpana og mér vantaði annan hund til að æfa með, þú veist, þegar ég er að æfa, við komum alltaf saman hérna nokkra konur og æfum og það er 10 mínútur í einu hver kona að æfa og til þess að þreyta ekki, það er vont að vera með einn hund og ég fékk mér annan vinnuhund sko, til þess að geta haft á móti henni og mér leist nú svo sem ekkert vel á hana svona fyrst því hún var svo ofboðslega feimin en svo bara er þessi tík í dag bara búin að ná, hún er búin að ná hlýni 1 með alveg frábæra engun og drulluklár. Hvernig tekur fjölskyldan, stór maki og stór fjölskylda í svona hundaræktanda? Sko, strákarnir mínir eru drullu afbrýðisamir út í hundana. Þeir hafa bara verið það gegnum tíðina. Það beinist alltaf hundunum og ég vist með þá á hakanum einhvers staðar og mér finnst það ekki sko. Nei, en hérna. Þannig að þetta er alltaf eins og að eignast lítið systkini alveg sí og æ. Já, þetta er bara svoleiðis. Og kallinn minn, hann var nú hérna fyrst alveg rosalega svona pirraður á hundunum og var ekkert hrifinn af þessu og svo þegar krakkarnir voru farin að heiman, þá er kallinn allir að mýkjast og bara, þú veist, já,
hann bara farið sáttur við hundana. Þegar maður búin að rækta hvolpa upp og þeir eru búin að vera hérna hvað í 8 vikur pluss, hvernig tilfinning að senda það frá sér? Hún hryllingur, hún hræðileg. Maður bara með grátstafinn í kverkán og bara kvíður svo fyrir eins og núna. Ég að láta það frá mig núna í þessari viku. Ég vil ekki hugsa þess að hugsa til enda, sko. En ég veit að þeir fara allir að góð heimili. Þannig að það kostur. Einhver hluti af þessu stúrsöllu sem svona í uppáldi hjá þér? Þú veist, göngutúrar eða það ræktunin eða hvað svona, hvort meira uppáldi ræktun eða þjálfun? Sko, mér finnst náttúrulega alveg rosalega gaman að fara í göngutúra og ég lifi bara fyrir að fara í göngutúra með hundana og fer hérna upp fjöll og fyrnindi með þau, með það alltaf, sko. Ræktunin náttúrulega bara, þetta svona, áhugamál. Og þetta náttúrulega skeður ekkert alltaf og þetta kannski 2-3 ára á milli og það koma hvolpar, þetta samt óbúslega gaman og svo eins og ég hef farið með, svo náttúrulega fer ég með á sýningar, hundasýningar. Og Sóli til dæmis búin hún búin að vinna alla titla sem hægt að vinna, hún standa sér rosalega vel og á bara eftir að vinna öldunginn. En það bara, hún bara ekki nógu gömul.